Já, ég sammála þér, ég þekki fólk sem að þarf virkilega á lyfunum að halda. Ég að vinna með nokkrum sem að eru virkilega og hafa alltaf, þú veist, áttu mjög erfið æsku og svo þegar þeir fengu ADHD-lyf þá náðu þeir að miklu meira samhengi í öllu lífinu og náðu að taka saman. Það í sjálfu sér ekki mín gagnrýni, sko. Nei. Mín gagnrýni sú aðalega að við séum að nota 4 sinnum meira heldur en svo Norðurlandaþjóð sem að nota næstminnst. Já. 13 sinnum meira heldur en Norðmenn. Já. Það eitthvað sem að þá er annarkvort sko við að taka of mikið eða Norðmenn að taka 13 sinnum of lítið. Og ef ég færi til Noregs núna og myndi fara að segja á einhvers konar læknaráðstefnu að Norðmenn sé að taka 13 sinnum of lítið af amfetamín út af ADHD Hætt að segja þetta, já. þá myndi ég örugglega vera að sparka á dyr, sko. Þannig að það mín aðal afstaða í þessu. Ég ekki að segja að það sé ekki til fólk sem að þurfi ekki á þess að halda. Ég ekki að segja að það sé ekki, sko, ég með börnin þá ég með svolítið mikið efasemdum. Ég tel að við séum oft á tíðum svolítið fljót einhvern veginn að gefast upp á börnum út af því að þau eru kannski til dæmis með lesblindu, kannski með einhvers konar ofvirkni sem að væri þá hægt að takast á við með meiri útiveru. Ég heldur sem rosalega fljóti því að fá okkur lyf. Og ég held að sé bara hægt að takast á við öðruvísi í langflestum tilvikum. Og þetta svolítið bara út af því að náttúrulega les Aldous Huxley reglulega, sem að frábær rithöfundur sem að skrifaði Brave New World og The Island. Það sem að hann fjallar með það að í Brave New World að það sóma, það sem bara tafla til þess að takast á við allar erfiðar aðstæður. Og þegar þú fær sóma þá bara líður þig vel og þá getur þú bara einhvern veginn lifa lífinu þannig að þú takir pillu í hvert skipti sem þið líður illa. Ég held að lífið sé bara ekki þannig. Og ég held að við ættum ekki að temja okkur það að við ættum að leysa öll félagsleg vandamál með pillum.